Jæja. Halló áhorfendur. Aftur ef einhver horfði á leikina á þar að segja. Já, síðasti leikur Hafnarheimótsins í ár að hefjast og eins og alltaf Hafnarheimótinu er það Haukar FH sem endamótið og úrslita leikur Hafnarheimestara. Já, Haukar búinn að vinna 2, FH búinn að vinna 1, tapaði 1. En það er ekki alltaf innbyrðis fyrst. Það er innbyrðis fyrst, en náttúrulega Stjarnan er komið 2 sigra líka. Þannig að þeir kom inn í þetta líka. Það er rétt. Stjarnan, ef FH vinnur þá er markahlut þarna milli Stjarnan og FH. Og Hauka. Og Hauka, já. Já, það er rétt. Ég er bara... Já, geggjað. Þetta er svona bara mjög einfalt held ég. Haukar megi að tapa með 5 en ef FH vinnur með 6 eða meira þá eru þeir meistarar. Svona samkvæmt mínum fljótu útreikningum. Ég treysti fullkomlega í þetta. Þessi leikur er hafinn og það er nú búið að þéttast aðeins í áhorfendabækjunum. Já. Það er verið ágætis mæting finnst mér bara á þetta mót, svona miðað oft. Þannig að bara geggjað, en við erum klárir í þetta. Hefðbundið start hjá Haukunum í þessu móti. Og Birkir með fyrsta marki. Já, Birkir búinn að vera frábær í þessu móti finnst mér, búinn að vera að sýna það, fengið sénsinn og verið að nýta hann vel. FH-garnir, já, hefðbundið start í rauninni í þessu móti og FH líka. Við svo að Jakob Martin spilaði nánast held í alla leikina á móti Stjörnunni. Símon kom bara inn og tók vítinn. Já, Birgir var ekki með í fyrsta leik. Nei, en er komin inn og var í hóp í síðasta og er núna líka. Haukarnir vinna boltan hérna. Það var erfið sendingin og Jón. Og Birgir aftur. Birgir byrjar með látum. 2 mörk. Og FH kom í sóknina að stilla upp. Einar Sindra á miðju, Jói og Ási. Aron spilaði fyrsta leikin, var ekki með hérna í leik 2 en er í hóp núna. Já, er slúttað. Þetta er maður sem kann að slúta. Já. Það vantar ekki. Og Villi okkar í markinu. Já. Frikki út kallar Villa, ég er bara... Já, hann er kallaði það. Já, þá erum við bara góðið með þetta. Og Daniel Binnar í markinu FH, Birkir spilaði allan síðasta leik, var frábær í leiknum. Þetta valið maður leiksins hérna og... Tapaði bolti. Já, bara ekkert. Ég held að það sé bara nokkuð nær í lagi. Já, svo heyrir maður fréttir því að liðið sé að fylgjast með Jóhannes í Berg. Já. Spurningin hvað? Já, vel gert. Það er spurning hvort að það sé þá bara fyrir þetta tímabil eða hvað? Það sé ekki bara í framhaldinu. Hvort að klári tímabilið á FH eða fari bara beint út. Eins og ég sé. Þekkið ekki. Sá bara einhver umræði með þetta. Haukakast sem að FH-garnir fá. Þráinn og Adam hérna í þristunum hjá Haukunum. Sterkt þristapar. Adam búinn að vera frábær í þessu móti líka. Vel gert hjá Jóa. Já. Frábær sending. Finnur Jónin á línu. Herger, já. Stöngin út. Herger líka, búinn að vera virkilega góður í þessum 2 leikjum. Það var rið. Eins og einhver sagði, þetta er líklega besti gluggi á Haukum í langan tíma. Já. Ég get alveg verið sammála því. Það fengið Villa, Herger og svo Skarpi búinn að vera flottur hérna í þessu móti líka og Jakob Aronsson náttúrulega kom aftur. Ef við ætlum að kalla það að hann sé að koma í glugga.
veit það ekki. En bara frábært að sjá hann spila. Það var nú ekkert séum það, nei, þannig að það bara geggjað. 3-2 Haukar, 4 mínútur búnar. Ási með skot. Þessi laumaðist inn. Þessi engin markmaður sáttu við þetta. Aron hérna Rapp komi bara sýndi vilja það. Þetta var ekki, þetta var skrítið mark. Haukar koma stilla upp í sókn. Birkir, hárrétt. Ólega blokkering, rauningur. Rauningur sýndist mér. Og Símon skorar. Svo sem öruggur í sínu færi og Símon. Vel gert Hergeir. Glæsileg sending, skemmtileg sending á línu. Þráinn bara vakandi og gerir þetta vel, örugt. Ég ætla að segja að mér finnst að Adam Haukur líka búinn að vera frábær og svona einhvern veginn, ég veit ekki, allt annað að sjá hann eitthvað núna í þessum leikjum heldur en svona meiri ferskleik yfir hann einhvern veginn. Eins og hann sé aðeins eitthvað fljótur á löpunum. Það spurning að æft vel og hérna sé eitthvað. Þetta er annar sem er öflugur að skora á Ási. Góð sending á Sigurstein. Tværmyndur. Ég bara veit ekkert hvað gerist þannig. Ég átta það, ég bara hef ekki hugmyndu hvað gerist þannig. Nei. Ég veit það bara að Andri fekk 2 mínútur bróttis. Og það virtist einhvern veginn allir vera bara engin vita neitt. Ekki það að Andri er yfirleitt mjög hissa þegar það er dæmt á hann, en það er svona mann á hann. En allavega, 2 mínútur bróttusun, alveg saman hvernig litið á það. F.A. komið yfir 5-4. Hauk búinn að fara illa með síðustu 2 sóknir. Ási stillir Jón upp á línunni. Vel gert, góð vörn hjá Haukum. Einu færri, gerir þetta vel. Vinna boltan. Og Villi skiptir út af. Þannig að við höldum. Og Egill kemur í hornið. Hrikalega efnilegur. Leikmaður okkar Hauka. Með eina skemmtilegustu og frábærastu skothönd sem ég sé bara í mörg ár. Svífur vel. Fyrir utan það. Adam, þetta var lykt af þessu. Hergeir, Birkir, vel gert Birkir. Vinnur fríkastið. Egill leysir út, Adam kemur, sækir á. Skref. Ég held að sé hárrétt. Þetta líka, mér fannst hann tæpur hérna í. Svo er Villi með þetta. Lína. Er þetta fyrsti varði boltinn á Villa? Nei, annar. Hann er með geggja víkingalúk. Hel skeggjaður og tagl. Eins og hann er reynda búinn að vera. Snúðið eða hvað svona þetta kallast hana. Hann reynda má segja það að það sé kannski ekki alveg víkingalegt og það er annar mál. Haukar getið jafnað. 10 sekundur í mannin. Hergeir, vel gert Hergeir. Góður. Hergeir er að koma virkilega vel inn í þetta Haukalið. Enn eitt selfissingur sem að spilar kemur til Hauka. Það hefur verið tengsla milli Hauka, Selfoss og Vestmannaeyja svolítið. Þessi er bara út af. Það var einkennileg sending á Ása. Haukar keyrir upp, Hergeir. Birkir klárar í gegn og skorar. Vel gert.
ánægilegt að sjá að hérna taflan komin í gang hérna. Já. Og við erum fannir að sjá hverju skora mörkin. Það svona eins og við segjum, þetta mót til æfinga fyrir allt, umgjörleiks og annað og þetta að koma til og ég ætla aftur að segja, það er alveg ágætlega vel mætt hérna miðað við æfingarleiki. Já. Já, Ási inn. Ási var komið víti líka. Já. Þetta var inn í teig, inn í hringnum held ég þegar hann skóð boltan. En hérna, dómarinn sagði það ekki og þá dæmið þau ekki. Við rættum þetta í reiknum á það. Dómarinn getur ekki dæmt á hluti sem hann sér ekki. Það er bara mjög einfalt. Haukar voru að taka hraða miðju og Össi var að koma inn og þá var komið inn í sendinguna og ég gat ekki segja annað en það var inn í fingrum en erfitt að sjá það. Já, mjög. Dómarinn að hlaupa í hinn áttina og svona, þannig að þetta er mjög erfitt. Algjörlega. Góð sendingin á góð skúli. Já, vel gert. Jón fékk góðan tíma og Hergeir, fljótur að svara. 7-7. Fljótur að svara þessu, snöggir. Haukarnir mjög snöggir og eru í hraðri miðju og seinni bylgju. Ég er bara að langt sem maður hefur séð svona hraða. Já. Og þegar Andri Már Rúnars var hérna, hann var svolítið þessi bragur og hvað það þegar Janus stæði að verða á sínum tíma. Inni. En það er núna, maður sér það núna. Þeir eru snöggir á löpunum. Birkir. Gott spjald hjá Birki. Einar Jónsson hefur verið ljóma með þetta spjald. Það eru náttúrulega forföll hjá F-áingunum. Þetta er náttúrulega eins og hjá okkur. Já, vel spilað. Það forföll hjá báðum liðum, ég ætla ekki að segja það. Þú ert með hjá F.A. vantar Óla Gúst og hérna Leonard. Einhverju fleiri sem vantar hjá F.A.-ungunum. Svona í fljótu bræði sem ég sé Gústi Birgis. Já, Gústi Birgis. Hann var að framlengja daginn og var spurningamerki það ekki eða eitthvað? Jó, þeir voru búin að fá línumann svona til þess að covera sig. Já. Og Birkir, athyglisvert að við erum búin að sjá Ara Magnússon hérna. Já, hann var í hópi fyrsta leik og Birkir sem að hættur. Já, ég þekki það. Hann er bara orðinn enn á markmann nr. 2 af því að Alex sem var varamarkmaður í fyrra er hættur. Hann er bara hættur? Já, eða hvort sé hættur eða farin heim í Fjölni. Já, það er alveg rautt. 9-7 fyrir F.A. Adam. Já. Ég veit ekki hvað dómar ætla að gera. Þetta er allavega að tökja minna brot. Það verður alveg klárlega ekki minna held ég. Já, tvekja minna brottvísun er byggðu eftir að sjá í rauninni afleiðingar brotts. Já. Hvernig þetta væri. En tvekja minna brottvísun sem ég held að sé bara hárrétt. Adam blóðgæður. Já, og kemur skarpinn á. Já, hjá Haukunum náttúrulega eru Ólafur Ægir sem er reynda búinn að vera í hóp held í öllu leikjunum en hefur ekki spilað og sýnist það reynda að gera sig kláran. Gera sig líklegan. Já. Og svo erum við náttúrulega með Binni hefur ekki verið, Geir, Guðmunds og frændans, Guðmundur Hólmar. Eru allir
missing eins og við segjum. Já, þetta að verða alvöru. Það komin hiti í þetta. Já, menn ekki alveg sammála þessu. Nei, það í fyrsta skipti sem menn ekki sammála dómarunum. Það engin aldrei. En mér fannst þetta alveg vera hægt að dæma rauð í gota. Það fangar ekki að komast hérna 3 yfir. Eru einu færi, Aron kominn hérna inn á í sóknina. Já. Hann kann þetta, það enginn í marki. Já. Þessu skorar. Já, þetta var hérna, það var velgert hjá þessa. Sendingin var erfið og það var alveg slett að gera því hann fær hann að það nálega tegnum að hann þurfti að vera mjög. Já, með manni í svona. Já, manni í sér, Einar Sindri að gera þetta skynsamlega. Svona ógn á honum en var samt ekki að stíga í hann eða neitt. Talandi það Ólafur Ægir kominn inn á, það er bara ekki flokkar en það. Hann vil meina hann sé lentur, ég er ekki sammála, hann flauta hann bara á snemma. Já. 7 sekúndur í mannin, Ási hérna hægra megin, Einar Sindra hérna. Já, vel gert hjá Þráni, en gott frákast. Hann hrökk til. Já. Jón Bjarna. 10-8 FH. Sjáum Óli að spila vörnina. Já, skiptir inn á Hvíla Birki í vörninni. Óli reyndar frábær varnarmaður. Já. Ekki það, ég finnst Birkir vera búinn að stíga vel upp varnarlega. Já, hann spilaði vel. Hann var góður. Fannst mér allan að ég var náttúrulega úti með honum í 20-liðinu. Ásamt fleirum hérna úr Haukaliðinu. Já. Þar spilaði hann bakur allan tíman og bara stóð sér fínt. Já. F-fangar. Rafsæði hraðplöpi, Helgi átti þarna skot sem að, eða vippu sem að fór yfir og bara slök. Já. Þú ert náttúrulega með hérna 3 menn sem eru fyrsta skipti að spila hérna Haukar FH hjá Haukum. Bara hárrétt. Þeir þurfa að læra það að það er ekki venjulegi leikir, alveg sama hvort það er æfingarleikur eða á æfingu eða hvað sem það er. Það er bara annar kaliber. Já, vel gert hjá Skarpa, snýr vel af og vel losað, Andri inn. Já. Þarna er Andri, það er ekkert verið eitthvað að dúlla með þetta, það er bara settur. Já, sérðu, þetta er að ég er ánægður með þetta. Líf í þessu. Já. FH heldur boltanum. Þetta aukakast, Aron senda hann beint út af. Það var brotið í sendingunni, segja dómarinn allavega. Vel spilað. Já, vel gert. Varið. Villi mætir út á Símon og Símon í erfiðu færi, eða svona Villi kominn ofan í hann og hérna vel gert hjá Villa, þarf að segja. Góð sending hjá Aroni líka, opnaði vel fyrir hornið, sem er svo sem ekkert nýtt, það er bara Aron. Ási, já, góð vörn hjá Hauku núna. Aftur. Lína, já. Villi að koma inn í þetta. Jú, Jakob. Hann bara datt niður hana. Já, þetta er Jakob, hann. Já, halda boltana lifandi. Ég hefði nú alveg. Já, þetta var. Ég hefði alveg hérna geta séðskrifa á þetta. Við sjáum Skarpi núna í vinstri skiptu á móti Ása.
Ekki rétt mér að Ási sé káamaður upplæði? Jú, það er bara hárið. Þannig að það eru 2 káamenn hann. Já. Reyndar af 2 kynnslóðin þar að segja allavega. Já, vel gert Skarpi. Gott skot hjá honum, en Össi fljótur að hugsa, hirðir frákastið og setur gott mark. Og minkar munin í 1 mark. Jói Berg kominn inn á aftur hjá FH og í vinstri skiptun er núna kominn ungu strákur. Ertu með nafnið? Það er hann Garðar Sindrason, bróðir Einars. Já, frendi Árós. 18 ára úr 18 ára landsliðinu. Já, ekkert á þetta. Þeir eru með 2 úr 18 ára liðinu. Ingvar Dagur kemur hérna inn á varnarlega, búinn að spila allan leikinn varnarlega. Og svo Garðar. Já, 10-11 FH. Haukar í sókn geta jafna leikinn. Ási kominn í hvíld hjá FH. Birkir. Já, vörðin tekur þennan. Ingvar tekur hann í vörðinni. Vel gert. Hörger stillir upp. Birkir kemur á. Össi leysir. Já, vel góð klipping. Skarpi. Já, vel gott skot. Óheppinn. Það fá einhver snöggi fram. Já, góð vörð, vel kert tilbaka hjá Haukunum. Max að setja Birki eitthvað fyrir hérna á bekknum. Hergir og Birkir í varnarskiptingu. Óli Ægir og Adam kom inn. Það voru Adam og Skarpi í þristum. Já. Góð vörn hjá Óla. Flottur strákur hérna í hægra horninu hjá FH. Já, Þórir. Þórir, virkilega hérna efnilegur strákur. Gaman að sjá hann, flottar hreyfingar. Já. Það var svona skotið ekki nógu gott, hálfgerður æfingabolti fyrir Villa, en spiluð upp að því fínt. Já, góð sending. Og Jakob með hægustur hreyfingar þegar hann er að fara í skot sem ég séð held ég hjá línumanni. Já. Ég var ekki svona. En hann er ótrúlega naskur við og býður alveg rosalega lengi á markmenn og fær hreyfingu og skilur svo boltanum örugglega í netið. Já. Það var smá svona mikið klúður til að byrja með afturbyggi fyrra, en svo þegar leið á tímabili var hann bara þeirra besti leikmaður nánast. Já, sammála því. Leika kast, góð vörn. Andri ætlaði að stela boltanum, eða stela metrum allavega. Já, vel gert. Já, góð sókn. 12-11. FH, Haukar keyra á. Adam. Já, ekki góð sending hjá Adam. Það hefði eiginlega átt að sjá að Aron var komin út úr vörninni. Herger, Birkir og Skarpi. Jói stígur vel út hérna sem bakvörður hjá FH-ingunum. Og reyndar Aron líka, bakvörðurinn að stíga svolítið hátt hjá þeim. Já, vel gert Skarpi. Já. Þetta kallar maður að dansa sig í gegnum vörðina. Já. Það er virkilega vel gert hjá honum. Og svo ég sé alveg hrifinn af gulabúningum hjá Káa, þá er ég mjög ánægður svo Skarpa hérna í rauðum. Á ásvöllum þar að segja. Skipting hjá FH-ingunum í markinu, Birkir er að koma inn á í staði fyrir
Daniel sem hefur ekki alveg fundið sig í þessu leik. Nei. Já, vel gert, góð vörn. Blakar þarna í boltan þegar sendingin er komin á línu og vinnur hann. Skarpi, vel gert Skarpi kemur. Gott brot hjá Aroni. Hann náði ekki að koma boltanum yfir, þess vegna bara drippur hann sjálfur. Já, þetta var skynsamlega gert. Eins og ég segi, ég eftir að hafa fylgst með Skarpa hérna á æfingum og svoleiðis að finnst mér að vera að koma vel inn í þetta. Flott típa. 12-12. Haukar geta komist yfir og góð sendingin á Jakob sem ætlaði að losa á Hergir, en Hergir einhvern veginn, hann er ekki vanur Jakob eða í þessu, með miðjumannin á línu. Já. Hann kann að dreifa. Vel gert. Þessi var framhjá. Já, þessi var framhjá og yfir bara. En það var frábært spil. Já, Jói með góða sendingun línu. Ég ætla að hrósa Jóa. Ég veist hann verið að taka líka framfyrir en það sérstaklega í línuspili. Já. Hann er farin að sjá línuna miklu betur. Góður. Já, og er svona að nota línuna meira. Hann er að vaksa sem leikmaður, eðlilega, ungu strákur sem er bara á uppleið. Hefði ekki komið óvart ef hann hefði farið út fyrir þetta tímabili, en hann er allavega að byrja hérna með F-fáingunum. Aftur fyrir vörnin. Já. Svona aðeins að þétta spáðu megin finnst manni. Varnarleikurinn, já. Já, eftir svona mikið skot til að byrja með. Já. 23 mínútur búnar, staðan 13-12 fyrir F.A. Vel spilað. Gott spil hjá Haukum, opnar vel fyrir Össa sem að færi halvan teginn. Setur hann yfir öxlina á Birki. Eins og ég segja, hann fekk náttúrulega bara halvan teginn hann líka. Já. Skipting hjá F.A.-ungunum á línunni. Nú er komin inn á Selfyssingurinn sem að ég man aldrei, ég mun muna það einhvern tímann ég veitur hvað hann heitir. Gunnar, takk. Hann er búinn að spila tölvöld í þessu móti. Já. Já, vel gert, Villi, gott skot, vel varið. Hann er ekki gengið allt og vel. Hann er að komast inn í þetta, þarf að spila sig í rólegutum inn í þetta. Og Haukar kasta boltanum frá sér. Þetta er Rauningur. Og Adam inn á Jakob. Hann skorar undirhanda skot á línunni. Sástu Jón, hann bara leit tilbaka. Ertu að grínast? Hvað rugl var þetta? Haukar komur yfir og F.A. hendir í leiklið. Já. Strax. Svo að segja, þetta er F.A. Haukar, það er ekkert, þú ætlar ekkert að hleypa hann í einhverja vittleysu. Þetta var geggja skot hjá Jakob. Jón hélt að hann væri búinn að klára þetta og skothendi var laus. Já. Sem kannski er ekki alltaf það sem maður heldur að skipta í máli okkur þegar línum að snýr baki í markið. Nei, en þegar þú ert með Jakob þarna, hann má búast við öllu. Já, það er málið sko. Geggju típa. Og sjáum við hérna að einn af okkur bestu dómurum er að bæta tíma sinn í hálfmaraþoni. Nýjustu fréttir af Facebook. Anton Gylfi Pálsson að rúlla því upp. Nýjum tíma, bættum tíma segir hann. Ég veit ekki hver bætingi var, það kemur ekki fram, en Anton minn, vel gert, ánægði með þig. Veitir ekki að það geta hlaupið, það er þessir handboltaguttar eru fannir að hlaupa svo mikið þessa dagana. Já. Það er annað þegar ég var, það gæti maður að labba stundum tilbaka í rólegutum og fagnað vel og tala við áhörnendur og svona.
En breytti tímar, hraðari bolti, skemmtilegri bolti, verðumst að viðurkenna það, þó að við geggjum náttúrulega þegar það mungast leikiði líka. En FH kemur á. Þegar Dúra Nóna tók bara hérna í K-heimilinu bara á línuna, 5-unar. Vel gert. Það var gaman. Herru, já, Egill kominn inn á herrhorni hjá Haukunum. Já. Og vel spilað. Og sé hérna líka að í hægra horni hjá FH kominn inn Jakob Martin. Já, hann búinn að vera eitthvað, hann var smá ósáttur með hann hérna varnarlega áðan, hann Steina, lit Þóri heyra. Það segir okkur þá að hérna, hann ekki alveg heill. Birgir, nei, hann væntanlega ekki heill með að hann væri spilandi hérna inn og ef hann væri heill, það getur bara ekki að verið. Og FH náttúrulega að fara í langt og stramt tímabil með Evrópudeild og svona. Jú. Fyrsti leikur strax á miðvikudag, meistarana. Já. Þannig að þú þarft að, eins og þú segir, þú þarft breiðan hóp í þetta. Já. Sterkur hann að Ingvar að halda honum. Já, vel gert. Þetta er greinilega sterkur strákur, ungur og bara eftir að styrkjast. Fá smá attitúd í hann og þá er þetta geggjuð típa. Skarpi. Já, með skrítið skot. Já, mjög. Bara. Já, Villi. Tekur hraðahlaupið. Já. Það er ekki oft sem maður sér Símon klikka á svona færum. En það er Rasimas. Rasimas. Tók þennan, vel gert. Stemmingsmarkmaður. Það er sér að leysa það mikið inn úr hægra horninu. Já, það gerði í fyrstu. Jakob býður rólur. Hann vinnur Garðarmannin. 14-14. Aron gerur þetta vel. Adam Haukur. Það þekkjum við hann. Skemmtilegt að segja nú, eftir að Skarpi kom inn í þetta, þá erum við konið með annan leikmann sem er svona, finnst þetta skemmtilegt. Já. Koma hratt í seinni bylginu og bara á punktalinu og bomba sig upp og setja hann. Og vorum við með þristaparið, það er Adam og Skarpi, Þráinn í hvíld. Það sem að Villi búinn að vera öflugur hérna. Byrjaði svona erfið byrjun en er búinn að vinna sér vel inn í leikinn. Búinn að taka hérna alls konar færi. Já, Adam Haukur. Adam með 2 í röð. Eins og ég segi, ég finnst Adam bara að vera svolítið í, ég veit ekki hvort þetta eru dauðakipur á ferlið, hann er að koma upp alveg frábær hérna í þessum. Hann er búinn að vera svona rólegur í fyrra fannst mér en hann er alveg. Og svo kannski spurningi, núna er hann komið með bara svipaðan leikmann bara sem er að nart í hælana, hvort það íti ekki við honum aðeins. Já, geti verið. Og hann sko, góð vörn hjá Óla. Egill láta stíga hann aðeins fyrr. Já. Það var erfitt fyrir Aron að losa það því að sjálfsög mistök hjá Aroni að setja boltan þarna niður á þessum tíma því að þetta er líklega að vera búinn að taka umkastið. Ég veist að engin dómari hefði dæmt á þetta. Ef Haukamar hefði hleypt inn í þetta. Það er að segja. Já, hann er í stuði. Já, Villi er að gera vel, hann er engin. Það er ekkert að neita því. Birkir finnir línuna. Aftur Jakob klúra. Birkir gerur þetta vel. Beið vel og setti hendinu upp. Lét Jakob ekki taka sig á jafnvægi. Birkir komið vel inn á leik. Kom með hverja 3 bolta varða. Það er síðasta mínútan í fyrri hálfleik. 16-14, Haukar. Aron kominn inn að hæra megin, Jói kemur á, hálf mínúta eftir af leiknum.
Ég ætla að segja með Adam, ég veist líka sem skemmtilegt að segja við Adam, hann farin að finna línuna miklu meira og farin að sjá völlin betur. Hendi komin upp hjá dómarunum. Sem bara framhjá. Ekki gott skot hjá okkar besta handboltamanni. Og Óli, Það þurfti að drífa sig. Já, þetta var lítið eftir, setur hann í slána út og hálfleikur í þessum síðasta leik, 16-14 Haukar og við tökum okkur bara pásu. Já.
Já, hörnum góður, þá erum við klár í síðasta hálfleikinn í Hafnarfjarðarmótinu í ár og eins og áður komið fram síðasti leikurinn alltaf í Hafnarfjarðarmótinu Haukar FH og staðan í hálfleik 16-14 fyrir Hauka, athyglisverð staða í mótinu, 3 lið með 2 sigra eða fyrirgefðu. Það eru 2 lið komið með 2 sigra og FH getur náð öðrum sigri með sigri hér. Sem þýðir þá 3 lið með 2 sigra og Herbert búinn að reikna þetta allt út og með þetta upp á 10 í teskeið og alls konar öllum frösum sem hægt að tala og já, og þetta kemur allt í ljós eftir 30 mínútur. Og leikurinn hafinn og það skipting hjá Haukunum. Aron Rafn okkar komin í markið, í ramman. Hornunum eru Siggi og Egill. Hann svona aðeins að fikra sig áfram í formi. Hann ætlar að taka örglega einhverja 10 mínútur. Hann með skipt rétt. Góð fyrsta sókn á FH. Einföld klipping, Jó upp í skot og mark. Haukarnir keyra á aftur, Birkir byrjar aftur eins og hann byrjaði í fyrri hálfleik og setur mark. Birkir byrjaði gríðarlega vel í leiknum og svona hægðist aðeins á hann þegar að leiða á en var frábær í upphafi leiks. Æfangarnir koma, stilla upp, Ási á miðunni. Einar Sindra skiptir núna á fyrra miðuna, Jói Berg í hægri, Jón á línu og Jakob og Símon í hornunum. Þórir þessi örfendi ungi, hann ekki. Aron Ver, Jakob nær frákastinu. Vel gert. Skarpi, Adam, kemur vantarlega varnarskipting. Adam skokkar út af og Hergir kemur inn. Stjórnar þessu. Stillir upp í 2 vinstri. Siggi leysir inn og Birkir kemur á. Ekki góð sending. Jakob og Hergir. Fallega gert hjá Hergiri. Og fyrir hendina að fara að koma upp. Komin upp, Hergir sækir, Birkir kemur í skotið, það framhjá. Og Erfangar geta. Þessi bara framhjá. Aðeins og gráður á myndavélina, en ok. Já, og stilt upp í. Sjáum að Siggi komin inn í horni líka. Já, Siggi komin inn og aftur farið í 2 vinstri held ég. Siggi leysir inn og. 1 vinstri sig. Var þetta 1 vinstri? Já, Hottamar að leysi. Já, var áðan líka. Sagðan 2, já. Já, ég held það. Það fyrir svo sem eftir í hvert þú ert þýskur eða ekki. Já, fyrir eftir hvað þið kallar þetta allt. Új! Sjálfsmark, Birkir. Aron kominn á ferðina í hornið og fer af Birki og breytir að stefnu. Sjáum að Þráinn bara alveg yst á bekknum. Já, bara Jakob bara að spila. Já, Villi bara segja honum sögur þarna. Já, einhverja brandara. Þráinn situr eins og í góðu tepóði og krosslaða fætur. Óli við hliðina á honum. Já. Hergir, já. Svona smá hyggst hjá Haukunum hérna í byrjun, setni. Hergir. Já, sammála því, hann bara missir boltan. Fangan geta jafnað. Já, góð vörn hjá Jakobi. Hergir nær ekki skiptingunni, þá kemur bara 5-1. Já.
Herger þjóóttur þarna fyrir framann. Þau hefur sýnt það. Það var bara ekki flautað. Nei. Birkir nær hana. Já, það var góð vörn. Ná að halda. Já, aftur góð vörn. Það var svona klaufalegt hjá F-fangunum. Já, ennþá klaufalegur hjá Haukum. Já, þetta var bara lélegt. Já, virkilega. Og fá þessi mark í staðinn. Já. Það er nú alveg getur verið ruðningur líka. Miðað við ruðningar sem var dæmdur í fyrri hálfleik hjá sama dómara þá hefði þetta alveg getað verið ruðningur en var ekki. Og F-fangar jafna, 17-17. Hauka stillu upp, eins og segjum búið svolítið bras sóknarlega séð Hauka hérna í upphafi seinni hálfleiks. Skarpi, vel gert, já, þetta kallum við víti og brottvísun, alveg bara 100%. Ég þurfti ekki einu sinni dómarréttin til að sjá þetta. Og það er Andri sem kemur inn á til þess að taka vítið. Það eru rökraður hérna við punktinn. Maður sem er búinn að spila 85 tímabil á Íslandi. Nei, rólur. Andri klára á punktinn og Birkir til varnar. Andri setur, Andri skorar. Já, Birkir fær smá hvíld. Já, Óli kemur inn. Alltaf sé ekki bara varnarlega, ég get alveg trúið eins og í fyrirhálfleiknum. Jó, Max að tekna eitthvað upp með Birki og Jakob reyndar. Já, ætla sé ekki eitthvað tengt yfirtölunni sem við erum í næstu hérna 1,5 mínútunum við bát. Líklegt. F-fangar koma á. Einar og Ási. Já. Sé þetta einu sinni eða tvisvar. Já. Gríðarlega góður skotmaður. Svo sannlega. Og sá það einmitt í fyrra og manni fannst að vera svolítið rólegur svona á tímabilinu sjálfu. Dettur svo inn í úrslitakeppni og á þar einhverjar 3-4 sko þvílíka leiki sem að bara voru vel gert. Gott spil hjá Haukum. Góð blokkering og Herger nýtir sér það vel. Já, klára þetta með Ása, það fannst mér frábær hérna í lokinu á síðasta tímabili og skilaði þar gríðarlega góðu verki fyrir F-fangana. Þóri kominn aftur í hægra hornið. Það er búið að, hann er kominn úr kælingunni. Nú voru hann bara að sýna að hann sé verðugur traustsins. Já. Óli hann að blindur síðana. Það fara bara með hann upp í stúku. Já. Skil honum til Áskers. Já, F-fangar koma, maður er komin inn á og hendir upp og Aron Ver og góð sending fram á Sigga. Já, vel gert Siggi. Hann er mjög góður hafnaflsmaður. Já. Tæpur hérna. Já. Ein sveifla í viðbót og það hefur mögulega verið 2 mínútur. Já, kom svolítið mikið sveifla. Jakob Martin aftur komin í hægra hornið. Já, það var ekki... Nei, ég veit ekki alveg, áttar mig ekki alveg á þessu. Það hlýtur að vera góð pæling á baku þetta. Leysir inn, Einar Sindra kemur í... Já, hann var fær í 2 mínútunum hann Jakob. Já, hann fikk 2 mínútur. Hann fikk 2 mínútur. Það er svona, þá skiljum maður þetta alveg. Já. Gott að maður alveg mann við hlýsir sem að segja manni hvernig þetta á að vera þegar maður er að klúðra. Já, góð vörn, Haukarnir að koma aftur hérna upp varnarlega og halda vel, vel gert hjá Einari Sindra. Eitt feik og setur Haukarnir keyra.
Hergeir, Skarpi, Hergeir á Óla, Óli. Nær að losa inn á Adam. Kannski smá skreflíkt að þessu. Já, smá. Örlítil. En. Já, Þráinn bara situr sem fastast. Jakob að spila, að fá hérna mikilvægar mínútur. Haukar koma á, Óli. Skarpi, já, Skarpi. Og góður árás í að Skarpa. Ég hérna, viðst þetta, eins og ég segi, þetta skemmtilegu strákur. Ég hrifnar á hann núna eftir ég búinn að horfa á hann meira. Það er góður í að káa en eiginlega finnst mér að vera að stífu upp hérna. Taka... Góð finta hjá Óla, óheppinn setur hann í stöng. Alltaf skemmtileg baráttu í kringum þessa línu með henn. Já, elska það. Hvað þá komið Jakob sem er alltaf hálfgerður leikir eða með það. Já. Það kryddar allt aðeins. Já. Þessi bara út af. Það var mjög skrítinn. Já, Símon reynda kemur inn og hlaupa, átt að hlaupa inn og kom inn í... ætlaði að feika svona, hann átt að koma inn 1-2, Símon. Já, vel gert að Birki, gott skot hjá Hergeiri sem að Birki bara tekur auðvöldlega. Ég ætla samt bara skot eftir eina sending í sókninni, þetta svona... Já, vel gert hjá Einari Sindra, góð finta, jafnar í 20-20, Haukar keyra. Já. Og stilla upp í rólegheitum. Þráinn hættur í tilboðinu. Mættur inn á Jakob að skipta. 20 mínútur eftir, eða 90 mínútur eftir að leiknum. Og Þráinn kemur inn á. Segist þess að vera, þetta er gríðalega, þetta er gott hérna á Skarpi. Þessi bara beint á markið. Já, Birkir með þetta vel gert. Hergeir tekur frákastið. Þetta var beint út úr hendi svo segir og bara beint á Birkir. Hann þurfti ekki einu svona að hreyfa sig. Ég segi þetta er skemmtilegt hérna, skemmtilegu dúett á línunni á Haukum með Þráinn og Jakob. Svona mismunandi karakterar og svona litli stóri. Já. 21-20 Haukar. Og F-áingar róa þetta niður. Stilla upp, Ási, Einar og Jói hérna fyrir utan. Já. Svona róleg sókn finnst mér. Komast inn á hægra horninu og Aron Rapp er vel gert. En klaufalegt í rauninni og allt of mikið færi sem við fengum hérna fyrir... Þetta bara fótur. Já. Egill, já, vel gert, Egill. Það var ekkert að gefa hann bara fór sjálfur. Já, ég ánægði með það. Þetta var alvöru græðki í þessu, Egill Jónsson. Alveg bara, já, virkilega vel gert. Aron kemur inn á í sóknina. Ási fær pásuna. Einar Sindra á miðju. Já. Já, vel gert Siggi, góð hjálp. Líka þú ert með Jakob Martin í hægra horni sem er náttúrulega réttendur, frábær hornamaður. Ég veit ekki alveg hvernig hann er í hægra horninu. Þannig að Siggi álega geta hjálpað nokkuð vel. Við erum með Össa núna í bakverðinum sem er svona til þess að hvíla Hergeir. Þannig að Siggi álega geta hjálpað nokkuð vel þannig inn. Új! Aron og Egill aftur. Já, vel gert Egill.
Skynsamur strákurinn. Áðan fær góða sendingu, fer inn sjálfur, núna stóðsending á Þráinn. Það er virkilega hugulegt. Sjá líka Skarpi og Þráinn á vel saman sem þristapar. Þeir eru snöggir að skipta og ef annar lendi í vandræðum þá er hinn komin í hjálpina. Já. Aron. Já, vel gert hjá Jakob. Aron samt bara. Og nálægt þessu. Já, Aron er hérna í fínu korteri. Veit ekki alveg hvaða spjallar í gangi þarna, en Aron fær, já það er korter sem við erum að taka hérna núna og nú kemur Maggi inn á. Maggi búinn að vera mjög góður í þessu móti. Já, mjög. Það eru tveir reynslu markmenni á Haukum núna á bekknum, Villi og Aron. Og Maggi finnst mér hafa tekið gríðalegu framföru núna. Þannig að markmenn, þeir eru bestir 45 ára. Þeir eru þarna bestir svona eftir 30. Já. Og minnstakosti. 45 er aðeins í. Já, Hergeir, Birgir og Skarpi hérna í utan. Já, vel gert. Skarpi. Já, setur í fótinn á sér. Hergeir mættur. Já, Haukarnir ná að hlaupa tilbaka og stilla upp. Já, vel gert. Ég ánægði með vinnsluna heim í þessu. Já. Aron. Já, nær honum hana fram hjá blokkinni. Stelur þessum svo. Raflöf. Ekki alveg. Já, Maggi. Skilja eftir. Og svo í þess átt. Já, og Egill. Vel gert. Vel gert Egill. Frábær innkoma hjá Agli hérna í seinni. Bara geggjuð. 2 mörk, stóðsending. Bara virkilega vel gert. Símon aftur á móti þriðja skotið held ég sem að klikkar á í hraðum. Já. Sem er mjög óvanlegt. Og á nei, það var 2 á Villa. Það fór kemur á. Þetta minkaði 1. Símon leysir, já. Framhjá. Framhjá. Vill eitthvað meina að slegi í sig. Mögulega hefur hann eitthvað til sín máls. Já, það getur vel verið. Ég vil líka setja spurningamerki við bolta sem að Aron fékk hérna á hann. Þetta ekki betur sem að Hergeir held á boltanu þegar hann. En, hvað veit ég? Þeir eru að hita upp eins og leikur. Já, algjörlega. Og það hefur verið bara fín dómgjörsla í þessu móti. Já, mjög. Hún er ekki slæm núna. Það er ekki að... Hann að datt. Ég veit ekki hvað gerðist. Nei. Allt í hennu stóð Þráinn bara... 1. Já. 25-22. Já, og það eru 12 mínútur eftir. FH að skipta aftur markmann. Aron, Jóhannes Berg, Garðar hérna fyrir utan. Já, Danni kominn aftur í ramman hjá FH-ungunum. Það eru nákvæmlega 12 mínútur eftir. 3 marka munur fyrir Hauka. Þeir eru bara að skipta þessu leik svona milli sín. Já. Danni tók 20 í fyrri. Já, Þráinn með
Góða vörn, góð hávörn. Nú ættu Haukarnir að skynsamir, já. Róa. Siggi ekki sáttur í horninu, hafa ekki fengið boltan. Ég sá ekki hvort hann var frýr, en ef það er einhverju sem er ósáttur við að fá ekki boltan einhvern tímann, þá er það Siggi og Andri. Já. Haukarnir skynsamir stilli upp, Adam kemur í sóknina og sækir á. Hergeir, já, fríkast. Sem Aron er hérna í þristinum, varnarlega hjá FH. Já, athygli, hann er nú yfirleitt ekki í þristi. Nei. Þetta er nú við, já, ég... Enn eitt færi sem Símon fer með. Skríti hérna þetta fríkast sem var dæmt og svo ekkert hérna á 2 þegar vel gert hjá. Hvað var það? Það var skref, ég vil að meina hann hoppaði upp og lendi. Birkir vil að meina að hann hafi ekki náð að sleppa boltanum. Áður en, ok. Sleppti ekki boltanum fyrir lendingu. Nei. Símoni skipt út á, Þórir kemur í hægra hornið og Jakob kemur í vinstra. Símon búinn að vera eiginlega svolítið kaldur hérna fínn í vítunum en kaldur í hraðaplöfum. Já, og í fyrri hálfleik náttúrulega líka. Já. Siggi. Góð opnum fyrir Þóri sem var að koma inn á. Hann rauk Siggi út sem myndaði þetta færi. Hann opnaði algjörlega fyrir hann. Andri kominn inn fyrir Egil. Egil átti bara frábær innkomi hérna og frábærar, 20 mínútur sem hann spilaði. Gerði virkilega vel. Hún skila góðu dagsverki. Algjörlega, náttúrulega bara mjög ungur leikmaður, gríðarlega efnilegur. Birkir. Hergeir, já, vel gert Hergeir. Bara gott spil. Nýmyndur eftir, Haukar 3 mörkum yfir. Og FH leysir inn úr hægri horninu. Já, Þóri leysir inn, Aron. Vel spila. Mikil barátta hana. Já. Alltaf gaman þegar það er góð barátta. Betri þegar hún er drengileg. Vel gert Garðar. Sterk finta hana. Mjög vel gert. Já, Birkir. Svara fyrir sig. Já, vel gert Birkir. Fyrsti mannin varnarlega og bara sækja hann á. Já, gott hjá Birkir. Birkir að bæta sér mikið. Já. 5 til, hvað var að segja, 7-10 kíló yfirbót á öðum og þá er þetta orðið hálfgert skrímsli. Aron. Já. Vel gert hjá Jakob. Já. Maggi snöggur upp og þeir hafa svolítið verið að fá frákastun í þessum leik. Þarna eins og segir Maggi var snöggur upp og fljótur að koma sér í stöðu en Jakob gerði þetta vel, beið, sett hann svo bara þægilega yfir öxlina á Magga. Siggi leysir inn, Þráinn heldur niður í horni, Birkir sækir á Aron. Auka kast.
Og leikurinn hefur aftur. Það eru 7 mínútur eftir. Birkir, Herger, já, vel gert Herger, Grímsson. Já, ég hérna, já. Maður hefði alveg séð meira á þetta. Og svo tökja mynda brottvísun, en góðu dómari leiksins. Ekki sammála mér. Og það má. Skarpi, vel gert Skarpi. Og Þráinn. Vel spilað, góð rykking. Ég ætla að segja það eftir, ég hef ekki, fyrir mér, Þráinn að ég hef ekki séð hann svona góðan, held ég bara frá því að hann kom í Hauka. Mér finnst hann að vera virkilega góður í þessum leikjum, búinn að vera og svona virkar mjög solid. Samúlegar. Og Össur, það var hann á myndalinn hérna. Tvígrip. Rétt náðinni. Þarna vil ég meina að þetta sé tvígrip, en það er annar mál. Vildið þú meina? Ég sá þetta ekki, ég var upptekinn af tæknistörfum. Já. Svona hvernig meta þetta strákanir? Já, FH hendur í leikli. Já, hann hérna fer inn í sendinguna og... Já, og svo nær hann honum og dribblar svo. Já, nær valda honum og dribblar. Já. Já. En var því ekki breytt samt að þú mættir gera það? Annars að ég ekki... Já, þetta fer eftir hvort hann sé að leika boltanum eða ekki, sko. Já, skil hvað meina. Ég held að það sé reglan. Já. Sex mínútur eftir og Haukar leiða með 4. Og Haukur er mættur inn á til þess að tjatta við dómarana. Æfangarnir, Sigursteinn búinn að leggja upp það sem hann vill leggja upp og æfangarnir koma á. Skarpi kemur hérna út í ógnandi í 5-1. Já. Birkir missir. Garðar gerur þetta vel. Æfangarnir koma hérna fram í vörðinni. Já. Skarpi lenti í smá vandræðum, dribblaði sig í smá vesen. Og nú fáum við Herger inn á til þess að stjórna. Herger er góður í snöggur á boltanum og í svona. Siggi kemur og leysir. Já. Sækir á, Birkir, mætir. Hendi komin upp hjá dómarunum, Skarpi. Já, ég hefði nú bara viljað fá hann upp í skoti, það var hann ekki bara í fínu færi. Jú. Hendi komin upp, 4 sendingar. Herger, Birkir. Já. Þetta var beint á Danna. Já. En hendur komin upp og það varði eitthvað að gerast. Og Andra ætla að fiska. Já, Magnús. Ennur í vinstri hornamennin að klikka hjá FH. Það er búin lítil heimt úr vinstra horninu hjá FH-kunum í dag. Það voru að segja svo sver. Með hvað eru frábærlega mannaðir í vinstra horni. Já. En Laxness bara búin að gera virkilega góða hluti. Komið með hérna 3-4 færi þar sem hann er að taka bara dauða. Það er vel gert. Mjög vel gert. Það er fæn komað framalega aftur. Það er ennþá 3 mínútur eftir, nei hérna 3 marka munu segi ég. Össur komin í vinstra og sækir á. Það er með hotnamann sem er uppalega miðjumaður sem hann getur sprengt á. Já, Skarpi. Ekkert dæmt. Nei, það er ekkert á þetta. Sammála því. Það er fagandir að ná að brjóta þetta svolítið upp hérna. Já, það er að trufla á aukana. En eru ekki að ná að nýta sér þetta of vel.
Siggi með skot og Danni ver Andri nær frákastinu sem að og Danni alls ekki sáttur við sína menn hérna. Það var ekki konir aftur til þess að berjast þetta frákast. En mjög mikilvægt mark fyrir Haukana. Góð sending. Já, Maggi tók exið á þetta. En það hafði ekkert að segja. Og 3 mínútur eftir, 3 marka munur. Og Ásgeir hendur í leikhlé. Skil það, búið að vera svona smá sóknarleikurinn riðið að svolítið hérna hjá Haukunum þegar F-fangarnir hafa komið þetta fram og brotið þetta svolítið upp. Má segja að Haukarnir hafi verið heppnir eða heppnir, Maggi bara varði vel hérna úr dauðafæri og hélt þeim í muninum sem að var í gangi. Já. Já, Ásgeir sé ekki bara svona aðeins að láta menn svona... Jú, hann er hérna... Hann er hérna... Væntanlega aðeins að láta þá bara róa niður, róa sig á boltanum. Það hérna... að ekki vera að kasta honum bara í einhverja vitleysu. Vítakast. Já. Vel gert hjá Jakob kemur inn og nær í vítakast og Össi kemur á punktinn. Sjáum hérna hvort Össi ná ekki skora. Nei. Gerir það ekki neitt? Já. Heldur smá spennu í þessu leik. Já. Aron tapar boltanum. Þetta köllum við Þetta er bara fríkast. Það vil meina að náðu fyrir framan hann. Ok, herru, já. Ég ætla að láta mig köra. Já, ég kláraði einn hérna. Jakob kemur svo fer í 5-1 eins og við vorum í áðan. Aðeins meira fljótandi núna. Mótið sem 7-6 hjá Haukum. Skarpi. Yfir. Það er reyna stimplaður í horn, ekki færi. Flott vörn. Birkir lokar Aron, nær ekki sendingunni. Jónas Berg. Fyrir gegnum Magga hana bara. Maður og mann hérna. Herkjör. Birkir, Andri. Skorar. 31. 28. Hálf mínútu eftir.
Og Maggi ver síðan skoti, boltinn út af, sigur Hauka, 31-28. Ég leiði bara eina myndunum, þakka fyrir mig, við þökkum fyrir okkur og inn í allt mótið. Leiði bara þessum myndum aðeins að skýra